Góðan og náðan og velkomin í Pennan Eymundsson, Austurstræti og Akureyri. Í þessum þætti ein berorðasta ljóðabók ársins verðlaunu vel. Við ætlum að tala bóksölurekstur á Íslandi sem ekki sjálfgefinn og í seinni hlutanum förum við norður yfir heiðar og tölum við amtsbókavörðinn á Akureyri bækurnar sem breyttu lífi hans. Byrjum hérna á nýrri ljóðabók sem nýlega verðlaunuð, Maístjarnan, ljóðaverðlaun Landsbókasafnsins, Háskólasafnsins og Rithöfundasambands Íslands, Eva Rún Snorradóttir, fræ sem frjóvga myrkrið og þetta hrífandi bók, til hamingju með hana. Það ástæða fyrir að hún verðlaunuð vegna þess að mér finnst þú breikka ljóðið í þessari bók. Þú kemur víða við og hún ofboðslega berorð, en hvert ertu að leita í þessari bók? Hvert liggur leiðin? Ég byrjaði, hún í 2 hlutum og ég byrjaði fyrri hlutan á því að ég ætlaði að vinna sem sagt bara með mína prívat reynslu af sólstrandarferð sem svona í hópi úlingskvenna og hérna mér var bara mjög spennandi að nota ljóð sem miðil til að fjalla eitthvað svona, þetta svona þung reynsla og svona dramatísk. En svo bara á leiðinni fattaði ég að þetta gamalkunna, að svona hið persónulega pólitískt og þetta var saga mjög margra kvenna. Þannig að ég vann hana þannig að ég tók viðtöl við fullt af konum og vann síðan þann kafla upp úr þessum viðtölum. En seinni hlutin gengur út frá sama. Það svona unnið út frá minni persónulegri reynslu en svona reynt að setja í samhengi við reynsluheim kvenna og hinsegin fólks og svona. Þetta einmitt mjög persónuleg bók. Já, hún það. Þú kemur til dýrana eins og þú ert klædd. Já, mér finnst það svo magnað sko. Mér finnst ljóðið svo henta svo vel fyrir það að svona segja það sem þarf að segja og fara bara alla leið inn í. Það var það sem ég var svona þurfti alveg að anda djúpt og svona bara farðu þangað, þú veist, þetta því að það þarf einhvern veginn að orða það sem óþægilegt að orða. Það hefur kannski nýst sálina að semja sum ljóðin? Já, ég fattaði það bara þegar hún var sko bara komin út og alveg langt síðan ég kláraði hana að ég bara, hún losaði mig undan einhver sko. Það var einhver seiður að Já. Það meðferð að skrifa bók. Hún skemmtilega berorð. Ég hló svo oft upphátt við að fara í gegnum bókina og það eru margar sterkar senur, óvenjulegar senur. Ég meina píkan á þorrablótinu til marks það. Fannst þér ekkert erfitt að vera svona berorð á köflum eða var það jafnvel bara sjálfsagt? Ég myndi ekki segja sjálfsagt, en meira erfitt sko. Ég alltaf að komast undan svona félagsmótari tepru. Þannig að það alveg átak og ég þurfti bara að fara mörgum sinnum yfir og bara bæta inn í berorðuninni því að það þarf. Mér finnst það svo gott að komast undan þessari tepru. Og svo talandi tepruna, svo þegar maður fer í gegnum bókina þá áttar maður sig á því að lífið sjálft það svona skrítið. Það fullt af svona fáránlegum augnablikum. Einmitt. Eins og til dæmis að afklæða sig á þorrablótinu. Já, akkurat. Og fullt af fólki sem hefur upplifað þetta að þurfa á svona fáránlegum augnablikum að útskýra sjálfa sig. Bara, eins og bara fólki í hinsegin menginu að spurt út í kynlíf og kynfæri og allt svona bara í bakaríinu og svona. Akkurat. Þannig að það mér fannst mikilvægt að skrifa það sko. Eva, ljóðið ekki að breikka? Áður fyrr var ljóðið svolítið inn á við og fjallaði kannski manninn í náttúruna, mannleg samskipti á svolítið svona kannski upphafinn hátt. En núna finnst manni ljóðið vera að vaxa, dafna og vera út allt og fjalla allt. Það finnst mér svo mikilvæg breyting. Hver þín skoðun?
Jú, akkurat. Mér finnst bara alveg ótrúlega merkilegt og skemmtilegt að fylgjast með bara hvernig ljóðið að þróast. Og kannski svona í kjarnan það einhvern veginn sama, en bara við erum að, þú veist, stækka svo mikið og við erum að horfa allt öðruvísi augum á tilveruna og skoða okkur sjálf í miklu víðara samhengi og svona. Kannski helst það í hendur einhvern veginn. Já, og samtíminn komin rosalega mikið inn í ljóðin. Já, bara... Þetta eiginlega orðin fréttaveit út í það farið. Já, bara getur verið bara hvað sem er. Það getur haft svo mikinn bara slagkraft og fólk að nota þetta sem bara hamar og þerapíu eða hvað sem hendar hverjum og einum. Þetta þriðja bókin, áður kom út Heimsendi fylgir þér alla ævi og Tappi á himnum og Fræ sem frjóvga myrkrið klárlega þín sterkasta bók að mínu viti og margra annarra. En hvert framhaldið? Svona kona eins og þú hættir ekki yrkja, sé svona? Nei, ég ætla að taka þessi verðlaun sem svona, já, nú held ég áfram. Já. Ég að skrifa bók núna sem að ég veit ekki, mér finnst það svo spennandi að fara bara inn í þetta og veit ekkert hvað hún verður. Hvort það verður ljóð eða þetta einhvers konar prósa ljóð. Já, ég veit ekki í hvað áttur hún mun fara. En ég allavega að vinna í nýju handriti. Ég hlakka til. Gangi þér vel. Takk fyrir. Bóksala hér eftir andartak. Bóksala á Íslandi ekki sjálfgefin. Eva Rún farin út í lífið en hjá mér sestur Ingimar Jónsson, forstjóri Pennans Eymundssonar til að fjalla breytingarnar á bóksölumarkaðinum á síðustu árum og áratugum sem eru gríðarlega miklar og það ekki, Ingimar, sjálfgefið lengur að það séu reknar bóksölukeðjur hringinn í kringum landið eins og Pennin Eymundsson sem jú sú síðasta sem með útibú víðum land. Já, ég held að þetta sé alveg rétt hjá þessu myndu, sko. Við náttúrulega erum gömul fyrirtæki í grunninn. Pennin stofnað 1932 og Eymundsson 1872. Þannig að við byggjum á gömlum grunni og þessi starfsemi íslenskar bækur, erlendar bækur og tímarit og hún líka rithöfung og rekstrarvöru, hún gjafavöru, hún húsgögn. Þannig að við speglum mjög breytt svið á hvað varðar vörur. Og breytingin mikil, Ingimar, á síðustu árum yfir það að vera bara bóksala, yfir það að vera svona alhliða verslun. Ég held að sko, það ástæðan fyrir að Pennin kaupir Eymundsson á sínum tíma og tekur við þessu húsi sko, þessari verslun sko, Austurstrætinu 1996 og við breytum síðan þessari verslun 1998 að það einmitt að búa til svona stærri einingar sem geta lifað af vegna þess að það ýmis vara sem gefur betur í aðra heldur en bækur. Já, en finnurðu fyrir gagnrýninni að þið séu líka orðin túristaverslun? Já, ég meina við höfum verið gagnrýnt opinberlega fyrir það og það allt réttlætanlegt í þeirri gagnrýni sjálfu sér. En við verðum auðvitað bara að horfa til okkar viðskiptavina. Túristar eða bara erlendir ferðamenn, þeir kaupa gríðarlegt magn til þessa bókum. Við erum að selja Independent People, til dæmis. Jú, sem við höfum selt 3000 eintök á ári síðustu 15-20 ári. Já, þú ert að segja það? Já. Og það eru fleiri bækur sem við erum bara með íslenska litteratúrinn á ensku og sumt á þýsku. Og þetta eru bækur sem við flytjum inn eftir að íslenskir útgefendur hafa selt þessar bækur til erlendra útgefenda og við tókum þetta aftur til Íslands og seljum þetta hérna. Þannig að við liggjum mjög nærri túristasölunni í bókum og svo mörgum öðrum vöruflokkum. Ég hef ótrúlega gaman að því að vera í bókabúðum, svona ráfa lesa, kíkja á það nýjasta og svo mjög marga Íslendinga. En eins og ég gat í byrjun, þetta ekki sjálfgefið. Sko á bókabúðin sem slík undir högg að sækja? Okkur hefur gengið vel á síðustu árum og raunverulega Pennanum hefur yfirleitt gengið, auðvitað sveiflast þetta eftir hagsveiflunni og við sjáum það auðvitað aðeins og brattan að sækja núna. Já, það að ykkur sótt sko úr víðum sko geimi netverslun til dæmis. Ég meina þú getur keypt meira og minna allar vörurnar hérna inni á netinu
og hvort sem það frá Bandaríkjunum eða Evrópu. Þetta allt til sölu annars staðar, meira og minna. En íslensku bækurnar eru kannski ákveðin sérstæði hér og þess vegna erum við mjög mikið á bakvið þær. Það eru mjög öflugir útgefendur á Íslandi og það eru mjög öflugir rithöfundar og við þurfum að standa saman að halda bókinu frammi og svo það þannig í Pennanum að við búum að gríðarlega öflugu starfsfólki sem margt búið að vera sem helgað sér starfinu. Já, bara í áratugi. Þínir viðmælendur hérna þættinum til dæmis, Svanborg og Margrét, þær eru búin að vera síðan 1990 og 1991. Já, takk fyrir. Takk fyrir. En tökum við bókabúðina nógu alvarlega, Ingimar? Í mínum huga þetta menningarstofnun. Tökum við hana nógu alvarlega vegna þess að eins og í gat það ekkert endilega sjálfgefið að fólk hafi aðgang að góðum bókabúðum. Nei, en við erum náttúrulega í viðskiptum. Og við verðum að horfa á þessa starfsemi auðvitað á viðskiptalegum forsendum alltaf. En okkur hefur tekist og Pennanum að halda allri starfseminni. Við erum á Húsavík, Ísafirði, Akureyri, Akranesi, Vestmannaeyjum, Keflavík og svo hérna í bænum. Mjög víða. Mjög víða. Þetta eru 16 búðir held ég. Já, 16-17 búðir reknaðar undir nafni Pennan Eymundsson. Þannig og við erum auðvitað að leggja það okkur fram alla daga með okkar starfsfólki sem frábært. Og þú getur tekið ungt fólki í Pennanum sem milli 20 og 30. Sumdæðið búið að vera hérna í 10 ár. Og það byrjaði kannski á kvöldvöktum eða helgarvöktum með skóla og kemur síðan í fullt starf hjá okkur þegar búið að mennta sig. Bóksali. Þetta lykilatriði. Já, það lífstíll að vera bóksali. En finnst þér að við að taka þetta yfir á það svið sem víða þekkist í Evrópu að ríkið einfaldlega styrki grunnþætti í bóksölunni? Að bóksalan sé menningarfyrirbæri og viðurkennt sem slíkt? Ég held að það verður nú seint þannig að ríkið fer að styrkja verslunina sem slíka eins og okkar fyrirtæki. En ríkið að koma núna inn með myndarlegt framlag til útgáfunar og auðvitað eru rithöfundar á rithöfundarlaunum. Þannig að ríkið að koma að þessu þeim með frá. Einmitt, og nú nýjast barnamenningarsjóður. Einmitt. Þannig að þetta auðvitað skiptir máli vegna þess að við þurfum náttúrulega að kenna börnum að lesa. Og foreldrar og ömmur og afar þurfa að lesa fyrir barnabörnin og börnin sín. Því það skiptir gríðarlegu máli, held ég. Þannig að þú vilt meina að mikilvægast sé að taka bókina sem slíka alvarlega. Já. Ég held að það sé mjög mikið mál og koma sem flestum inn í þennan hugarheim sem bókin og kenna fólki að lesa. Það eru náttúrulega ungir strákar. Það eitthvað ákveðið hlutfall af þeim sem illa læs. Þannig að hér höfum við hlutverk. Allir sem komum að þessari grein. Og þetta náttúrulega feiknarlega öflug útgáfa á Íslandi þar sem við erum að taka allar íslenska bækur sem koma út í sölu hér í Pennanum á hverju ári. Það á milli 900 og 1000 bækur sum ári. Þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Gangi vel að selja bækur framvegis og kynna bækur og leggja aukna merkingu í lestur góðra bókmennta. En við förum norður yfir heiðar hér innan skamms og setjumst niður með Amtsbókaverðinum og kynnumst bókunum sem breyttu honum. Góðan að náðan á nýjan leik. Þið eru að horfa á bókahornið á sjónvarpsstöðinni Hringbraut og við erum komin norður yfir heiðar og ætlum að ræða hér við Hólmkell Hreinsson, Amtsbókavörð á Akureyri bækurnar sem breytt hafa lífi hans og þú náttúrulega ert umkringdur bókum alla daga og leiðist það ekki. Nei, ég getur ímyndaði félagsskapinn. Það eru allir þarna. Sigmundur Ernir þarna bara alltaf og svo Dostojevskí að þvælast þarna stundum og bara allir. Allir þessi góðu menn. Já, og konur. Já, og konur. Gluggar í bóka hverju einasta degi? Já, ég geri það. Segir sér sjálft eða? Já, og bara, ég veit það ekki, borðar þú á hverjum degi? Já, en það er svo merkilegt. Síum fisk með hamsaflótti, eins og ég var eftir hérna. Já. En það er svolítið merkilegt með bókina að þetta form, þetta ævaforna form, lifir ennþá eins góðu lífi og hugsast getur og meðan að önnur form, geisladiskurinn og svo framvegis, myndirnar sem við erum að horfa á í sjónvarpinu. Mikrofilmurnar. Jú, það kemur og fer en bókin lifir. Já, ég held að það sé kannski bara vegna þess að það hefur ekki komin betri hugmynd. Nei.
sem er eins aðgengileg og til dæmis eins og rafbókin, hún var bara fyrst og fremst svona rafræn eftirlíking af bók. Hún fól ekki í sér neina sko nýjung eða eitthvað svoleiðis sko, og hljóðbókin er ekkert annað heldur en sko bara 50 kapítur. En þetta er eitthvað svo meðfærilegt. Já, og ég segi fyrir mig til dæmis eins og ef maður er að lesa rafbók að þá langar maður stundum, býtu, hvað stóð nú aftan á bókinni? Og Og maður langar að fletta. Já. Koma við pappír. Já, svo er það náttúrulega, það er nú bara einhvers konar blæti, sko. Það kannski er eitthvað sem að deyr út með okkar kynslóð, ég veit það ekki. En fyrsta bókin af 3 svo þú komir hérna með til mín er Má ég lesa, Stafrós hver og lesbók. Þessi bók hefur væntanlega breytt miklu í byrjun. Hún breytti lífið mínu algjörlega. Þetta, mamma gáði mér þessa bók, ég hafi ekki verið svona 4 ára. Já. Og á hana lærði ég að lesa. Já. Og allt sem á eftir kemur á ég þessari bók að þakka. Og þetta er náttúrulega eina af þessum sko fallegu gömlu bókum sem við teikningarnar. Já. Og Mu, Sísi og Sirri. Palli á Peru. Já, hann er nú ekki allsleisam Palli með hann á Peru. Séðu hvað svínin segja namn. Bobo og Bíbli, þetta rifjar upp margt. Já. Nei, þetta sko, í hvern skipt sem ég sé þessa bók, ég á hana alltaf heima, þá verð ég einhvern veginn bara glaður. Já. Tumi og tóta. Já. Þetta hlýjar. Heldur betur. Og svo náttúrulega sko, svo hérna æsast leika seinna sko, þú ert komin yfir í hver fögur og fósturjörð og eitthvað svona. Já, þyngist, hérna strax á blaðsíðu 34 og 5 sko, þyngist róðurinn. Já, og segir hérna, sérðu, boltinn fíkur, flýtið ykkur nú, Kalla, Gylfi og Gyða. Við tölum að flýta sér á eitt. Já, og svo er bara komið sko, bara nokkuð þétt skrifaðar textalínur hérna þegar það líður að lokum bókarinnar. Þetta er jólin sko. Já. Ég get ekki beðið lengur, segir Óli. Mamma bað okkur að bíða. Já, þetta er dásalegt. Bók nr. 2 sem þú kemur með hérna er bók sem mér er líka afskaplega kær og ég myndi setja á lista yfir bækurnar sem breyttu mér. Veröld sem var eftir Stefan Zweig, þennan evrópska höfuðsnilling, og það þarf eiginlega ekki að segja fólki sem hefur ekki lesað þessa bók að það verður að lesa hana, þetta er skyldulesning. Og það sem meira er sko, hún var ófáanleg langan tíma og þetta er eina bókin sem ég hef lagt snörur fyrir í fornbókaverslunum. Það fékkst ekkert í þær snörur, en sko, mér dreymdi í mörg ár að eignast þessa bók. Svo var hún gefin út aftur núna og búið að gefa hún út 3 síðan, þannig að hún á að vera aðgengileg öllum. Hvers vegna er hún svona góð? Vegna þess að hún er ofboðslega góð. Sko, ég las þessa bók sumarið 1982. Þá háttaði þannig til að ég leigði íbúð við hliðina á Amtsbókasafninu og fór og bað sumarvinnu þar, og sem ég fékk. Þar var að vinna á þeim tíma og lengi síðan kona sem heit Hólmfríður Andersdóttir. Og ég segi eitthvað svona, bara hvað ég lesa, af því að það var nefnilega svo gott að ég byrjaði ekki að vinna fyrir klukkan 1, þannig ég gat lesið alveg til klukkan 4 á nóttinni. En hún bendi mér á þessa bók og þetta var algjör upplifun og opinberun vegna þess að í þessari bók er bara vestræn menning einhvern veginn holdi klædd. Akkurat. Og hún hefur þau áhrif að mann langar til að lesa meira, vita meira, kynnast meiru, og ég held að sko bara mitt líf með bókum megi að einhverju leyti rekja til þessara bókar. Þessi bók eru svona eins konar dyr inn í evrópska bókmenn. Já, nákvæmlega. Já. Og aldafarslýsingin, hún er einstök. Já, og hann er líka bara svo gott skáld. Já. Sem að gerir þetta allt saman. Sko ég fæ hérna gæsa á því ég bara tala þessa bók og hugsa þetta. Það sem mér finnst líka svo merkilegt við þessa bók er að hún sýnir Evrópu rísa og eyðileggja sig, rísa og eyðileggja sig. Þarna við dagsbrún síðustu aldar er alltaf vakna í vísindum, upplýsingu, fræðum, listum. Já. En einhverju hluta vegna verður þessi álfa samt sem áður á tortíma sér þegar hún er að verða hvað best. Já, nákvæmlega. Og maður verður svo svektur. Já. Já. En hann gerir þetta einstaklega vel.
Já, og þetta er bók sem að einhvern veginn á sér stað í huga mér og hjarta algjörlega alltaf. Við skulum ekki segja hvernig þetta endar, en þetta er bók sem við getum klárlega mælt með á öllum tímum og hún til og auðvitað náttúrulega á bóksafnum þá er hún til og hún til hérna og bara til allra. Og svo náttúrulega getum við að lesa meira af Stefán Zweig vegna þess að hann náttúrulega gefur út mjög merkilega skáldsögur og ævisögur. Já, og náttúrulega þessa eina frægustu smásögu allar tíma, Mantan. Segðu. Sem er snilldarlega gert. Algjörlega og meira segja núna eitthvað, menn að velta því fyrir sér hvort að fyrirmyndin sé íslensku maður sem ég kann nú ekki að en það nú, að mínum mati algjört aukatriði, algjört aukatriði. Talandi annan Evrópusnilling, Tékkan Milan Kundera, sem reyndar bjó og býr lengst af sinnar ævi í Frakklandi, París, með hægð. Þetta er ein af hans bókum. Hans listi af bókum er orðinn langur, en margar góðar. Þessi væntanlega þýðingu Friðriks Rafnssonar sem hefur þýtt allt hans safn meira og minna. Og þökk sé honum fyrir að færa okkur þetta allt saman. Mikil ósköp. Þessi bók breytti þér. Já. Hvernig? Hún breytti mér á þann hátt að í þessari bók einhvers staðar, nú kann ég ekki að fara með þetta, ég hef átt að vera búinn að finna þetta, að maður sem ekur á mótorhjóli á 100 km hraða eða meira, hann sér ekkert nema miðlínun á veginu. Og það fekk mig til að hugsa það að hraðinn er slæmur. Hraðinn gerir ekkert annað en það að þú missir af lífinu. Og svo bara varð ég alltaf meiri og meiri hægðar fíkill. Út frá þessu þá kynntist ég Slow Food hugmyndafræðinni og Slow City hugmyndafræðinni og þú ert núna í þætti sem er á Slow TV stöð. Segðu? Já. Segðu? Við erum ekki að flýta okkur þetta? Nei, alls ekki. Og mér finnst þetta bara svo mikilvægur boðskapur og kannski það líka það að ég er innan þessar góðu félaga því að það sagt að lesturinn er hæg íþrótt. Já. Skriftir eru hægar og einmannalegar, segja menn sem til þekkja. Og næði er svo óboðslega vanmetið. Já. Að hafa tíma til einhvers. Þetta var, hugsaði. Já. Og þetta einhvern veginn bara kenndi mér svo mikla lexíu, þessi bók, þó að hún sé í rauninni, þetta er ekki bókmenntaverk mikið. Nei, þetta er nóvella eiginlega. Já. En hún kendi mér einhvern veginn að hugsa allt upp á nýtt. Það má segja að Milan Kundera, hann kemur manni alltaf svolítið óvart. Já. Hann, stíllinn hans og svona hans aðferðafræði er alltaf svolítið óvænt. Og hann náttúrulega fyrst og fremst ofboðslegur heimspekingur í því sem hann er að skrifa. Nákvæmlega. Gaman að speki, það er hún er líka vanmetin. Af því að með hraðanum missa menn að spekinu. Og ertu farin að hægja á þér fyrir vikið? Já. Ég meina eins og ég segi, ég er einhvern veginn, ég reyndi nú að boða það að Akureyri gengi í Slow City samtökin. Já, mitt. Tímasetningin þar var mjög góð. Þetta var í kringum 2007 og mér var vægast sagt fálega tekið hérna. Þú varst réttur maður á röngum tíma. Heldur betur og í vitlausum bæ. En ég fannst þetta að vera bara spurningin um það senda inn umsókn því að við vorum Slow City, að sitta slow. Og þá fór einhver að tala að við værum nú víst nógu seinfæri hérna á Akureyri eða hæking og verðum ekki alveg að fá einhvern bréf eitthvað. Hvernig, Hólmkell Amtsbókaverður, lestu bækur? Vaknaru snemma á laugardagsmorgnum og tekur bara hálfa bók eða ertu alltaf á koddanum með bækur? Ertu yfir bara að lesa alls staðar? Já, alls staðar, já. En mest á kvöldin og mest upp í rúmi. Já. En svo er líka rosalega gott að sitja í stól og lesa. Ég geng nú ekki lesandi milli bæja eins og gert var og fólk gerir núna í símum en já, heima hjá mér í vinnunni. Og þú náttúrulega nýtur þér að forréttindi að geta að lesa í vinnunni. Já, nei, ekki þennan brandara sinni, ekki þennan brandara. Á þess að þú þurfa að skammast þín.
Já, en það er ekki Kundera, ég hef ekki leyfi til þess. Nei. En þetta er allt eða gaman. Já, ég meina þú bara veist það, ég meina þetta er birtingamynd mannlífsins og er eitthvað skemmtilegra en mannlífið. Bestu þakki fyrir komuna, Hólmkell Hreinsson, Amtsbókavörður hér á Akureyri og við geymum það sem gildir í lífinu akkurat að lesa. Og við segjum þetta gott að þessu sinni, þangað til í næstu viku, njótið bóka og lesið.